We're back! We're so back. Oh my god, velkomin heim svona. Velkomin heim, Birta. Sömuleiðis. Ég fekk náttúrulega aðeins að skreppa út og hitta þig, Þú varst að ná í mig. Ég var að ná í þig, Já. Ég kom að ná í þig. Já, þetta fyrst sem ég var svona, vá, þú veist, ég gæti alveg bara búið og fólk kemur heimsækja mig. Mér leiði sem að vera heimsækja mig. Já, þetta var, ég skil alveg þá tilfinningu. Þú er náttúrulega búin að vera út svo lengi. Já, og svo bara, já, ok, þessir eru farnir og núna er það Birta. Já. Þetta var svo gott. Vá, hvað var gaman. Já, þetta var geggjuð ferð. Vá, hvað náðum að nýta þessa ferð. Djöfull náðum að nýta hana. Þú veist, hvað var það, 3 dagar? Já. Föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagur heimferð. Já. Einmitt. Þetta er samt bara 2 heiludagar. Einmitt. 2 heiludagar. Og þeir voru tónleikadagar báðir. Já. Og þeir voru geggjaðir. Sturlaðir. Við getum einhvern veginn ekki bara sest niður og fara að tala um allt annað. Við þurfum að klára allt þetta sem er búið að vera í gangi hjá okkur. Já, þetta er bara eina sem ég hugsa um. Já. Og líka þú veist, við erum eftir að tala um Bali og allt, skilur. Já. Náum að taka smá svona chit-chat fyrir ykkur sem eru í áskriftinni. Þú veist, bara aðeins að svona catching up með, þú veist, margt. Já. Þannig að ekki kíkta það í áskrift. Ég verði að kíkja á þann þátt í áskriftinni. Já, sátum bara á okkur einhverjum svona hótelbar. Ég held að þetta hafa hótel. Þetta var hótel eitthvað skonar. Beint fyrir utan blóðótið okkar. Já. Já, við vorum bara að ræða allt og alls konar og hvað erum búin að vera up to í júní og svona. En núna erum við hingað konar til að ræða þessa London-ferð. Oh my god. London baby. Þú veist, London er náttúrulega er alltaf skemmtilegt. En maður er með eitthvað svona plönar, skilur. Þú veist, það var svo ógeðslega gaman að vera. Mér finnst þetta bara besti staður til að fara á tónleika. Við vorum að ræða það. Þetta er í alveg besti staður til að fara á tónleika. Já. Ég hef ekkert farin eins þar annars ekki heldur, við rættum þetta daginn. Jú, ég farið í Portugal, jú. Já, ég held ég hef ekki farið neinum öðrum stað. Nei. Ég held bara London. Og það er líka bara því maður veit hversu skipulagt þetta er þarna. Svo skipulagt. Jú, ég hef farið í Dublin. Já, alveg rétt, auðvitað. Það er eina skiptið sem ég farið eitthvað annað. Það er náttúrulega svona líka undir United Kingdom, það ekki? Dublin? Nei, kannski ekki. Er það kannski bara Bretland? Nei, en það Skotland og... I don't know anymore. Ég veit eitthvað að gerast með Írland núna. En er það ekki? Nei. Ég veist bara... Bretland eigjar. Þetta er náttúrulega svona eigja út frá því. I don't know. Nei. Allavega, England, ég hef ekki mikla reynslu af einhverju öðru, en það er bara svo næs. Já. Það er bara svo þægilegt og allir tala bara ensku og þú veist, ef maður lendir í einhverju veseni eða einhverju skilur. Einmitt, og svo ógeðslega vel skipulagt. Já, svo vel skipulagt. Bara svona fólk, ég held að fólk svona ofhugsiða meira, eitthvað svona, hvernig er að fara tónleika úti og er ekki ógeðslega mikið bras að koma sér, það er alveg, maður þarf aldrei að býða neitt röð eitthvað að komast inn á tónleikana. Nei. Það er ekki svo Laugardalshöllinni, þú veist, þú fer þá bara raðir til þess að skanna inn miðan. Einmitt. Þú veist, alveg svona crazy, með miklu minna venue, skilur. Einmitt. Og þetta er bara svo ógeðslega vel skipulagt, það er bara ógeðslega ofis, bara þú ert að labba í gegnum, þú veist, gulan endur og þú er svo fljótur að finna það og þetta er bara mér varstu alltaf að þurfa að vera í neittni röð, sko. Við fórum ekki neina. Smá röð að Harry á Klústi. En það er því að bara stelpur á þeim tónleikum. Já, einmitt. Það var alltaf Bad Bunny, það var ekki nein röð á Klústi. Það var aldrei, það var engin röð á barinn, ekkert. Það voru bara svona barar út um allt og en ræðum það eftir. En já, við hittumst á föstudaginn. Já, við hittumst á föstudaginn. Ég kom beint úr 13 tíma flugi, takk fyrir mig. En ég svaf bara í fluginu. Ég var svo ógeðslega stressuð fyrir þessari ferð að ég er að fara úr bara allt öðru timezone og það var 8 tíma mismunur bara, það er crazy mikið. 8 tíma mismunur og reyndar 7 tímar með London. Já. Þannig ég fór svona hægt og rólega tilbaka. Þannig ég var bara svona fokk, ég nenni ekki vera alveg búin á því og greiði Birta með mér og ég er bara hella jetlagged. Þannig ég reyndi bara eins og ég gat að gera flugið eins bara comfortably og ég gat og með eitthvað svefngrímu og eitthvað rándýran svona turtleneck holder og eitthvað þannig og svona svefngummies og allt þetta. Þannig að já, ég var mjög stressuð og ég náttúrulega mæti kl. 5 morguninn og Birta er að mæti hádeginu en ég var bara ok, ég ætla bara að leggja mig. Já, það var alltaf svona planið, bara ég fyrir bara heim að leggja mig. Já, og þú bara fínt að þú var að koma seinna, þannig að þú varst að mæta 2 eða eitthvað til. Ég var að lenda 12, já. Upp á hótel að koma 2. Og já, ég var að koma upp á hótel svona 6, hálf 7 eða eitthvað.
og ég var bara, ok, ég legg mig bara, svo var bara, ég átti ekkert í það. Nei, bara þú var bara hress. Ekkert í svefn, sko. Eftir þessum tíma svefn. Já, og ég líka mæti til London, ég var búin að vera í Kuala Lumpur í Malasíu í 3 daga í bara thunderstorms og rigningu. Já. Og ég mæti til London, það er bara 30 gráður. Og bara sunshine. Já, ég var bara, I missed the sun. Já. Og ég bara sólsjæn í Bali líka við. Já. Þannig ég var bara, fokk já, ég var ekkert í að fara svo. En ég svaf alveg, veit ekki hvað svo nákvæmlega lengi. Maður sé ekki svo mikið on off eitthvað. En ég var alveg svona 10 tímar sem ég misti af. Fyrst, ég man bara eftir svona max 3 tímum. Þetta leiði bara eins og 3 tíma flug. Það er geðveikt. Það er crazy. Já. Sem 2 tíma flug eru lengri heldur en þetta, 13 tíma flug. Þannig að já, þú veist, maður þarf ekki að mikla eins mikið fyrir sér að fara til Asíu og ég held, þú veist, ég var svo ógeðslega stressuð fyrir þessu. Það er ekki svona erfitt. Nei. Þegar ég var búin að ákveða bara, þetta er 13 klukktímar á lífinu mínu. Já. Það er það bara svoleiðis. Þú ert ekki að bíða eins mikið eins og þið fyrir til New York. Þú er bara svona, ég er ekki að búið. Já, En já, og ég mæti hana bara, þú veist, og ég er bara klukkan 7, ég bara, hvað get ég gert? Er opið Selfridges? Nei. Er þetta opið? Nei, það var ekkert opið. Og ég bara, ok, ég er með ókslut hár, ég er bara með handfáningur, þannig ég ætla bara að bóka mér blóðdræ. Opnaði ekki heldur fyrir 12, ég var, come on. Oh my god. Það að ég bara málaði mig, fór svo bara að hoppa í stuttbuxur og eitthvað, þú veist, ég var ekki með nein föt, þú veist, ég tók bara eitthvað smá handfór og make-up mitt og Birta var að koma með, þú veist, föt með buxum og eitthvað dóti, þess að við reynda vissum ekki að myndi vera svona ógeðslega heitt í London. Ég var ekki búin að átta mig alveg á því, sko. Nei, ég var bara, þú veist, pakkaði bara til þín bara eitthvað gallabuxum og eitthvað, sem reyndar alveg komu að góðu gagni. Svo er það. En hérna, já, og ég bara eitthvað röldi, ég var sko svona mini shorts og það var svona 30 gráð og ég var bara, ég er á raskat en ég, þú veist, var flip-flops, mini shorts og einhverjum tanktop, ég get ekki verið svona þannig ég fer inn í Selfridges á S-inu og ég bara í Skims, kaup mér eitthvað sett og ég er bara að njóta, það er bara ógeðslega gaman, það er svo gaman að rölda einnum eitthvað svona borg. Það er ógeðslega gaman. Fara að shoppa og þú veist. Bara svona dúlla sér. Já. Ég fekk mér svo matcha og svo bara fór ég í blow dry og þá varst þú komin þegar ég var búin þar. Já. Geðveikt. Ég kom upp á hótel og þeir hleyptu mér einhvern veginn bara inn í herbergi, bara aðeins undan. Smá sös, en ég var samt náttúrulega skráð á hótel, eða þú veist, á herbergið. En sýndur eitthvað skilur í gegnum? Nei, ég sendi ekki eins og neitt þegar ég mætti, sko. Ógeðslega skrítið. En hérna, já, það hittist þau reunited in the room. Já, og það var svo gaman, já. Finally. Og svo bara skipti ég föt og við fórum út. Og við ákveðum að bara eitthvað labba og við ætlum bara að finna eitthvað í kring, sáum ekkert í fljótu bræði. Já, við vorum mjög songra okkur langaði í lunch. Já, þannig að við ákveðum einhvern veginn að fara bara inn í Harrods, ég veit ekki hvernig við tókum. Já, að því að við elskum eitt rooftop þar. Inn í Harrods og já, við vissum ekki alveg, það var svona langt lapp og það var 36 gráður eða eitthvað. Já. Eða 35 gráður eða eitthvað, það var alveg crazy og við vorum bara að svitna og tókum okkur 40 mínútur að labba á eitthvað. Án gríns og bara Hyde Park sem er miklu stærri en maður heldur. Já, ég var í svona hvítri blússu, sko, hún var bara, hún var svo sveitt. Sér, sko, já, ég út að borða þarna, sko. Ég var í svona rauðu þessi ból sem ég er núna og svona Capri's, hérna, í stíl frá Skims. Og Birta bara, það sést ekki neitt á þér, þetta er svona efni sem sést ekki neitt á þér sveitt. Það gerði það sem ekki fyrst. Ég er samt alveg sveitt, sko, þú veist, ég veit að þetta mun koma. Og svo var ég bara, ok, þetta kom svolítið ekki eitthvað þannig. Svo sátum við í setu að jappa í svona 3 tíma eitthvað og ég var bara, ég þarf bara að pissa. Og svo var ég bara, nei, ég get ekki bara að pissa. Ég horfði bara að klóða á mér og það var bara svo ég var bara að pissa í mig. Og svo strauk ég svona yfir rassin á mér og bara, ég er með svona setufar örugglega á rassinum og það er örugglega alveg eins og ég bara mýð í mig. Just, við vorum bara, þú veist, ég var bara blöytri skyrtu og bara brunkan komin í og bara þú veist, skyrtu blúsaból og þú bara eins og búin að mýgið þig, algjör að fucking keisa þarna og þá vorum við bara, oh my god, og sátum þarna náttúrulega bara allan daginn, samt allir svona í sólinu bara sitja og spjalla og alltaf bara catching up. Já, we needed that. 3 weeks. We needed that. We did. Og svo bara, hérna, sátum við þarna og svo vorum við bara, við áttum panta út að borða og svona ágætis fínan stað og vorum bara, erum við alveg að fara að taka bara Uber upp á hótel að skipta fötur og finna eitthvað til þess að vera í og þú veist, það bara tekur alltaf langa tíma. Ég var ógeðslega lengi, bara allir Uber svo lengi og tekur langa tíma að labba. Já, og þannig við vorum bara eitthvað. Það var ógeðslega heitt. Við getum svona ekki fara svona að borða. Nei.
Og fengum svo brilljant hugmynd að fara bara að kaupa okkur eitthvað. Já, við ætlum bara svona hoppa inn í hvað sér eða eitthvað sem við sáum. Já, bara sjörialdi og næstu okkur. Já, og kaupa bara eitthvað. Svo allt í einu var eitthvað, eigum að velja okkur aðra. Svo fór það yfir að velja okkur aðra, yfir að taka rununa, stopp. Fokk, hvað það var fyndið. Oh my god, það var svo fyndið, sko. Ég held ég aldrei hleyjað mikið æfum mig. Þetta var samt svona bara social experience að gera þetta. Ó, guð minn góður, já. Ég hef aldrei upplifað svona. Nei. Sko, og hérna... Það var svo trýtað okkur svo illa, sko. Ég veist, að því sko, notabenni, við vorum ekkert að fara bara eitthvað stað, við vorum á veitingastað sem við verið á áður, þannig að við vitum hvernig þjónustan er þetta. Já, hún er geggjuð. Hún er geggjuð. Alltaf við fengum mjög góð þjónustu senast. Við erum að tala það, við í alveg fundum mun á þjónustunni og eina sem við gátum kent í náttúrulega fokkin átvettir sem vorum í, að við vorum ekkert, okkur fannst við ekki vera smart. Ok, ef þið er ekki búin að sjá TikTokið, þá endaði Birta í einhverju blússu, einhverjum jóga svona krossum, brúnum útvíðum buxum, einhverjum ógeðslega ljótum skóm samtölum og ég var í einhverju, sko, ég var eins og twister í einhverjum trúðabuxum, röndóttum og einhverjum hræðilegum ból. Já. Ógeðslega skærum ból og ljóstu skóm sem ég sé á æfinum minni. Þú veist, og svo, við vorum svolítið alveg sætar, skilur við. Já, vorum alveg sætar í framan. Já, en make-upið okkar beggja var síðan klukkan 6 morguninn eða eitthvað. Já, bara crusty. Mjög crusty og sveitt, en já, og hérna, og þú veist, við náttúrulega erum að taka upp eitthvað TikTok með þessu og okkur fannst það ógeðslega fyndið, tókum átið á degi og erum bara grenni og hlátri. Svo erum við bara svona, oh my god, við erum alveg svona að mæta svona á annan stað. Löpum inn á staðinn. Oh my god, já. Og nei, sko, gælurnar horfðu á okkur eins og við værum bara, ég veit ekki hvað. Já. Ég hef aldrei fengið þetta look in my life. Hún sagði líka eitthvað, wow, you're so summery. Og svo í svona þessum tóm. Það var svona rullustigi, og þú veist, hún var búin að fylgja okkur aðeins, og hún í rullustigunum, og hún snýr sér við þegar við erum bara að tala saman. You're dressed so summery. Já. Wow. Ég bara... Giving Regina George so to the max. Já. Giving Regina George, ég var bara, ok. Akkur má ég ekki bara vera í blússunum minni? Já, veist bara, ef þetta væri outfitið mitt, why are you being so shady? Ég skil reyndar, þetta er kannski ekki alveg staðurinn fyrir þessa liti. Nei. Þú kannski fer frekar ekki starf á okkur pubbi eða eitthvað, skilur. Já. En þú veist, come on. Já, líka stelpur, social experience, ykkur sendum ekki outfit of the day og enginn af ykkur sendi neitt tilbaka. I'm calling you our friends out. Já, nei, vinkonar okkar. Já, I am. Það eru annarkvæmst að skipa þetta. Já. Eða bara, trúið þessum outfitum upp á okkur. I'm so offended. En eina sem var bara, ég held ég var að fara bara, ég fekk hjarta á alltaf Sigríður. Já, hún svaraði ekki og beið sér eftir við sendum joke og þá var hún bara, þannig hún sá þetta og í stað sem ætla að segja sannleika var hún bara að deyju hjarta áfalli. Já, bara hrikalegt. En ógeðslega fyndið, en já, svo hérna fannst okkur náttúrulega bara ógeðslega fyndið að taka outfit of the day hérna og þetta er svona TikTok-vídeó sem getur séð frá öllu ferlinu. Svo þau fyrir út að borða þá bara kom enginn og tók pöntun og býða bara gett lengi. Ég veist bara að vildi enginn þjóð tala við okkur, sko. Nei, og besta, ég hef aldrei lendið svo ævi minni, er þegar þau komu með reikningin áður en við fengum matinn. Þetta var svona, efnarsmat, borgið hann fyrst svo sklu kannski koma. Já, nei, þau settu bara, við vorum búin að fá forrétt. Já. Og við máttum eftir að fá pasta okkar. Já. Og þá bara setta hann reikningi bara og við vorum bara þú veist, what the hell og þá komur líka, ok, sorry eitthvað tók þetta tilbaka því hún var bara get the fuck out of here hún var bara get the fuck out og þú veist, við þurftum að berjast eða að fá augsamann til að fá þjónustu þetta var andjóks ég held að fötin skipta greinlega mjög miklu máli já sérstaklega kannski ef maður fer á svona svína staði, skilur bara mjög mikla ég er bara sjokk yfir því já, ég líka mér finnst þetta bara discrimination against my clothes, sko. Og hver myndi bara trýta mannski öðru útrúið með klætt? Já, fræðilegt. Þetta er ríkalegt. Hvað meinaru? Bíla, sko. Þetta er alveg verið fashion privilege, sko. Þetta er, nú skilja okkur allir svona billionaires klæðið sér bara í, þú veist, jeans and a black top. Já, þið nenni ekki að vera bara sir. Já, það sem vil ekki fá of, yes, sir. Bara komdu bara eðlilega fram með mig. It goes both ways. Já, það er líka alveg kannski smá social experiment. Að fara bara, já, það var líka social experience að fara bara út úr. Social experience. Experiment. Það er svona social experience fyrir þig. Algjörlega, en þetta er social, já, okay. Experiment, en það var líka að sama ef maður myndi fara bara
drippaður í Gucci eða Louis, skilur bara outfit frá head to toe, bara ótrúlega logo-based. Svipað trýtaður eins og við þá. Heldurðu? Þá voru þetta svona doing too much. En svona eins og hugsaður Dorit Kemsley, skilur bara, Já. ég þarf svona þannig outfit. Það var líka ákveðin reynsla að pröfa. Ætli þessi alveg rosalega þessi logo, sko. Ætli þessi komi öðruvísi fram með mig þá? Örugglega, Nefnilega, já. pottet. Já. Pottet. Já. Þau heldur bara að við ættum ekki eftir neinu. Já, og bara ættum ekki Svo heima það þarna eitthvað. Já. Segir ekkert til það. Veistu, þau ekki hleypt okkur hérna á Nobu, sko. Aldrei. Ég hef aldrei farið svona á Nobu. Nei. Þau verið bara, nei. Try again later, já. Try never again. Já, það. En já, þetta var samt alveg ógeðslega skemmtilegt kvöld. Það var gaman að, svo vorum við alveg í stemmingu eftir á. Já. Ætluðum að fara að finna eitthvað svona karaoke bara eitthvað. Hella, það ekki? Já, en svo hættum við. Já, þessi vorum við verðum að fara heim og skipta. Já, svo vorum við komin heim og vorum bara, já, tónleika morgun, Harry's Day tomorrow og þá fórum við með outfitin fyrir Harry, þurfum að ræða þetta. Má ég fá mér eitt svona ballerína? Auðvitað, þessi ég góð lykt að þessu. Sko, ég finn bara brán í lyktina hérna inni. Það er svo langt síðan ég fengi bara gott keks, sko. Búin að sakna ballerína. Og hvað þá ballerína brownie? Já, ég náttúrulega fór og náði hérna í að meðan Sunnova var erlendi, svo fór ég að náði hérna áfyllingar á skrifstofum, þannig tók ekkert eitthvað ófá að pakka mig heim. Just telling you. Fyrst, það var enginn sem kom og reyndi okkur. Ég voru svo smeg. Nei, bara as you should. Já. Þetta er ekkert eðlilega gott líka. Þetta er ekkert eðlilega gott. Kaffibóllanum. Þetta er náttúrulega ógeðslega gott og líka það er sko, ef Instagram er ljúfa líf, ef þið kíkja hérna inn á það er með fullt af uppskriftum svo margir að gera brownies með ballerína brownie. Þetta er svo girnilegt. Manstu ekki að vera að tala að gera svona slökku brownie? Já, ángriðs, með þessu. Og fólk er að blanda saman original brownie original ballerína og þessu og gera þetta sko ógeðslega flott. Ég mæli mig að þið vilja vera með eitthvað sem á frumlegan eftirrétt. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Við þurfum að gera það. Já, við þurftum. Það var alveg gaman að vera með eitthvað svona matabóð að hafa þetta. Mér langar ekki að eins og slöttibráni. Já. Hafa ballerína í staðan fyrir óraðu. Það er þá kökudeg í botnin, brownie-deg og svo ballerína. Já. Brownie. Og myndirðu ekki serve it with a scoop of besties? 100%. Alltaf. Perfect. Bara fullkomni. Besti Stífan Ívi líka eftir á. Hello. Ágriðs. Coca-Cola, hello. 100%. Já, það var sem sagt, sko, ég var in charge of bara eitthvað svona að reyna að bóka hótel. Já. Það er ógeðslega erfitt að bóka hótel í London. Ógeðslega erfitt. Fyrir utan París og London, það er bara ógeðslega erfitt. París og London er ógeðslega erfitt borgir. Og fyrir utan það var eiginlega allt fullt. Veistu, svo booking var bara að segja þú ert bara seeing 10%. Nákvæmlega eins og Milan. Já, nákvæmlega. Ég meittist að þetta var svona last... Við hefum náttúrulega alveg þetta verið löngu búin að bóka þetta. Löngu. Þetta er alltaf við reynda vissum ekki hvort fólk var frá join okkur ekki. Ég var að segja við hefum bara átt að bóka það samt. Já, við hefum. Og bara cancela. Já, við hefum ekki það. En Nóturselvest frá London gerði þetta með fyrirværi í alvörunni. Sérstaklega það er double weekend bara 100%. 100%. Þessi London er nóg erfitt nú þegar, sko. Já. En ég fann eitthvað svona, þú veist, og sem var svona svo sem ágætt en útlítandi. Það lúkaði mjög vel. Já, þú veist, og ágættis stað og eitthvað svona þannig og ágættis prís. En svo var þetta ekki hótel sem við fyrir á aftur. Nei, aldrei. Nei. Ég held ég aldrei rífist ég mikið við fólk á Sir! Það var það kvöldið, ekki? Jú. Þegar við komum heim eftir ljótufötin. Eða var það eftir Harry? Nei, það var bara eftir ljótufötin. Það var fyrsta nóttina okkar. Já. I've been on a 13-hour flight. Já. I just came home from a 13-hour flight. Nei, sko, málið það var svona 100 pöttur frá alls konar species. There's a goat young. There's a goat young. Klukkan var hann 1 nóttina. Það var geitungurinn í herbygginu okkar. Og við vorum bara há. Já, við vorum ekki búin að vera í herbygginu síðan. Og engin gluggi opinn og ekkert. Where the fuck you coming from? Já, og það kemur maður, drepur hann. Ok, allt í lagi, ég bara, hann hlýtur að bara slesast inn þegar við opnum hurðina eða eitthvað. Skil ekki hvernig hann kom á hjúts. Og, nei. Þegar hann er búin að drepa The Goat Young, er ekki bara ekki ein, heldur 2 bjöllur. Já. Svo fóru nær og þetta er bara Maríu bjöllur. Já. Ég var bara, hvað teiknum þetta í? Sko, er í gangi? Sunneva hringdi, sko.
Sunniva hringdi og var bara there's another bug in here, there's another species og hann, it's probably the baby og hún var bara the baby bara eftir að segja hvernig hún bara verpa eggjum með hann á búi, skilur þess að það væri ógeðslega bara samfærandi it's probably just the baby og bara, já, great, come and take the baby then já, og svo, en þú séu bara, no, this is another species nei, svo kom hann aftur gaurinn inn já. og tók bjöllurnar þetta voru, ég sem var líka að segja það þarna já, og svo hringdu við aftur af því það komið fullt af moskítaflugum nei þetta sama símtali þegar ég er að öskra á hana og því ég sagði bara það I'm looking at like 10 mosquitoes já. and 2 beetles já, ok, var það í sama ég held ákveð svo að það hringdi þriðaskipti sko. ég hringdi svo aftur í þriðaskipti já allavega, og Sunniva var bara am I Noah the Ark já, akkur að koma 2 af ykkurum já, veistu, hún var bara hún bara, I feel like Tarzan já nei, það sagði ekki að þetta verði Tarzan's Dream já, living in Tarzan's Dream I'm living Tarzan's Dream hvað var líka, það var eitthvað þriðja animal lover þú átti þetta á vídeo eða ekki, eitthvað þessu jú já, nei, þetta var ógeðslega fyndið, nei, svo þurftu að hringja aftur í hann og þú veist, þetta var þá byrjaði að öskra á hann já, sir hann ætlaði ekki að gera neitt fyrir okkur, veistu hvað hann bauð okkur já hann bauð okkur breakfast já, hún bara hélna já, og þú veist, langar okkur í þurft ristabröð í staðin, nei, við vildum get the fuck out of here, við vorum sko það disgusted að við vildum bara fara vorum þegar Nóbú verið laust já og segja Nóbúlið, og vorum að spyrja þau bara er þið með eitthvað, þau samstarfsaðalegina nálægt sem getur bara hóstað okkur við hefðum pakkað í tösku sko farið, já þetta var það ógeðslegt já. það var það mikið af flugum og við vorum með þannig skapi já. Líka það fyndi að ég er eitthvað öskra á hann og svo erum við eitthvað í bakgrunni og svo ég var svona að pæla hvort að hann væri líka að hlæja á tímabúti og hún fannst þú allavega fyndin sko hann var svona að reyna að vera svo ógeðslega rólegur hann bara yes ma'am, but we don't have anything available ég var bara, gerði eitthvað í þessu já hann gerði ekkert fyrir okkur ekkert sko ekkert, þið þurftu meira að borga eitthvað rúmsöru sem við áttum inni já, sem var sko bara eitthvað 2 míniflöskur já, bara 2 míní freyðvíflöskur það var galið sko já, alveg, þetta er bara aldrei fara á The Caesar Hotel nei, please ekki don't do it, cancel it já cancel the booking nei, alveg, þetta er fyrst getið æðurum minni sem ég ætla að gera review og það verður ljótt að þau voru svo dónaleg já, ég bara, líka, sko mermunurinn er ekkert eitthvað það hára eins og þess og Nóbú að þú bókar þetta á réttum tíma þú veist, eina í alvörinu, þetta er ekki það crazy eru crazy þetta var svo hostel já, þetta var, þú veist, en herbyggin ef þið skoðu myndirnar, þá er það bara wow, this looks nice, it does já, og svo er þetta bara eitthvað minnsta herbyggi sem þau séð já, við komst alltaf fyrir, sko nei, í alvörinu bara barely við bara skrítið þessi mikið fótbrotnar já, að hafa ekki verið alltaf klifrir allt úti okkur já, en hérna við þurfum að taka átvitur í vélinu okkur úti það er ekki plossin í herbyggin okkar já, það var svona bara flott já, ok en hérna, já, þú veist, þannig að ég var búin að bóka þetta af því það var bara allt orðið fullt og svo var ég bara svona, ok, við varum búin að gera eitthvað smá moodboard fyrir átfittir sem við vildum vera í og Harry og ég var svona, ok, ég fer bara að panta þetta og ég gerði eitthvað svona lista, sorsa, alls konar sendi Sunnu og þau náttúrulega eins og vorum að ræða í, þú veist, áskriftin okkar það var svolítið erfitt að ná að vera í samskiptum út af bara tímamismunni og þú veist þú varst kannski líka bara on a fucking boat, skilur og ég bara, þú veist, ég var svo ógeðslítið í símanum mínum og þegar ég var í símanum þegar Birta var að senda mig þá kannski klukkan 2 nóttinni á mér, ég fór að sofa og ég alltaf með dúnandi störp, þannig ég sá það ekki fyrir kannski seint daginn eftir, þá er nóttu þér, skilur já, það var svona alveg alltaf en hérna en já, þú veist, þannig að við vorum með svona ákveðna hugmynd og vorum svona ágætlega sáttum með þess sem ég var svona sirka að fara að panta og vorum bara við vinnum með það svo panta ég bara svona sirka eitthvað af því og eitthvað, svo kom þetta og þetta var bara eitthvað, þetta var bara not working for us nei, það passaði ekki alveg þú veist, fyrir okkur, og við vorum okkur svona damn, þú veist, bara ok, fuck, við erum að gera eitthvað í þessu sem þýtti að við þurfum að fara að eyða deginum Harry deginum, ég fara að finna okkur outfits. Það var hræðilegt. Við höfum lofað sjálfum okkur að gera þetta ekki. Nei, við höfum gert þetta áður fyrir sjó og þú veist, þetta er bara alltaf jafnlega stressandi einhvern veginn. Já, og máli sko við höfum lofað sjálfum okkur að gera þetta ekki aftur og við ætlum ekki að gera það. Við vorum búin að panta föt, þú veist, við ætlum að vera með þetta ready. Svo bara gekk það ekki, og það er líka svona eitthvað sem stundum hefur ekki í myndinni, bara ef ég er ekki búin að máta þetta og pröfu þetta, hvernig veit ég hvort þetta gangi.
En hann við eittum þeim degi, fórum í Selfridges. Já. Ég hef aldrei labbað mikið alla Selfridges eins oft. Já, vorum bara fram Þú veist, líka og það voru tilbaka. útsölur, þannig að þú veist... Svo ógeðslega leiðilegt. Já. En líka bara Selfridges er bara rándi sjoppa, skilur. Já, Þú við getur vorum... eitthvað að hoppa og kiftir eitthvað Nei, random. einmitt. Það er mjög erfitt allavega. Þú veist, við erum eitthvað, þessi bólur er geggjaðir. Og ná, afslæti. 400 pund. Já, maður ekki, já. Já, ok. Einmitt. 50% afslæti. Einmitt. Kostar 800 pund. Einmitt, það var crazy. Venjulega glimmer síkuntopp. Einmitt. Ok. Þannig að við fórum þá bara hvað að borðið manna á Selfridges stað þar. Það var endarlega næs að sitja þar. Næs, já. Við vorum ekki lengi, við vorum ekki sittu þar, svo við áttum Nei, það og var höfum quick. engan tíma í Já. það. Og svo bara löppuðum við elsku bestu Oxford Street, sko. Hata ekkert meira en Nei, Oxford Street. ekkert. Ángríns. Nei. Það er alveg sem bara svona my nightmare. Já. Og við löpum og það var sko föstu laugardagir. Já. En ekki til ímyndað ykkur. Það var crowded. Crowded. Og vorum bara að reyna að fara inn í alla búður, reyna að finna eitthvað. Já. Og svo bara það sem við fundum eitthvað, fundum ekki eitthvað og svo bara fórum við heim og vorum bara, við verðum bara að nota það sem við eigum, skiljum. Já. Nema að við fundum bindi. Já, fundum bindi. Það var smá mission að finna bindi. Þú veist, öll bindir í Selfridges voru bara eitthvað 130 minnsta, skilur, pund. Já. Og við varum eitthvað, what the fuck, eru bindir svona ógeðslega dýr? Ég var næstu bara að kaupa það, sko. Ég veit Og það er bara 20 og góð skall. Ég veit það. Ég var líka bara Ég var bara komið með nei. nóg að þessu. Ég bara nefndi þessu ekki lengur. Svo bara löpuðum við fram í okkur herrabúð og það voru bindir á 30 pund. Við varum bara, ok, Já. þú veist. Thank God. Það er skorra. Já. En hérna, já, við svo bara náðu einhvern veginn að nota það sem áttum, skilur. Hata það. Já. Við veitum öllum deginum í að pæla í þessu. Þú veist, og svo var ég bara með ykkur gallabuxur og jeans sem voru bara gett með ykkur sparkly á. Ég var búin Já. að hugsa þetta fyrirfram sem backup, Já. greinilega. Ég notaði ykkur ból sem þú pantaðir óvart með Já, ykkur já. Ég sparkly pilsinu. Ég pantaði svona sparkli pils, það var síðan bara svona aðeins svo stutt fyrir mig en þá fylgdi bara toppur óvart með. Já. Og svona bara, næs. Og við Bara- gefur honum. Svo er bara bindi. Og svo var ég með silfur cowboybút með mér sem þú komst með. Og þú varst í bara Caprice. Já, sem ég var bara búin að kaupa mér til þess að vera með, Já. þú veist, þess að dressa mig í að núti en þú veist, bara gett að nota þær og svo var ég, þú veist, í ykkur svona sjali frá Addicted sem ég var búin að panta sem er svona eitthvað, þú veist, sem var svona smá silvery, þú veist, og svo bara hvítum cowboybút sem mega basic en var bara fínt samt, þú veist, að því að Já, sem er bindin líka. já, bindin líka, en þú veist, bara það, veist, mitt og fitt var svona, já, aðeins bara basic en þú veist, það var alltaf lægið, þetta er einhvern veginn svo Það bæði miklu minna mjög basic, sko. fittin okkar. Já. En þú veist, þemað í ár er ekkert eins og var síðast, við Nei. fórum fyrir 3 árum, þú veist, þá bara þurftur að vera sparkly, drillalega, þú veist, feathers, allt þetta, það var svo gaman. Já, það er svona freka boring þema, sko. Það En við náðum alveg að gera það svona frekar fun á meða við hvað við heldum, sko. Já, Þú veist, ég var alveg frekar ána bara með átitið mitt á meða við allt, skilur. einmitt, Ég held að ég væri bara að enda bara í skyrtu já, bindi, það var alveg skilurðu. orðin pæling Já. bara, já, sem var hljóma hræðilega. já. En já. En ógeðslega fyndið, svo fyrst fórum við að sjá, þú veist, myndir af, þú veist, öðrum og okkur svona, þú veist, mútbortið sem við gerðum og hlutirnir sem við pöntum okkur, bara allir, eins, já. en allir voru í því. Þetta mútborð var sko gert áður en að þessi tónleikur byrjuðu, sko. Eða, þú veist, það var ekki Þeir voru byrjaðir í bara eitthvað Amsterdam, það var ekki komið neitt, þú veist. Nei, fólk var í ennþá bara Amsterdam er ekki að klæða sig upp eins og London fólk, skilu. Nei, Ég var ekki búin að sjá neitt í ykkur svona væpi. nei. Og þetta er bara, Svo bara allir nákvæmlega eins og bara Já. á not an original thought. bara not at all. Já, það var bara ok. Já. Já. En hérna, en þú veist samt bara, svo bara klættum við okkur, greiðum við okkur, eins fljótt og við gátum. Tókum Við þessi mættum skólum TikTok. 7. Við mættum alveg snemma og við Nei, náðum. seint. Já, ok, 7, já, en við náðum samt Shania Twain og eitthvað. Já, það er alveg crazy. Hún var geggju, by the way, hún var hitu upp og hérna, á búið að vera svo ókslega mikið myndböndum að hana eins og hún sökkaði. Og það var bara, myndböndum voru þannig eins og hún væri bara Þölsk. já, hún var geggjuð. Oh my god, it's so much fun bara að vera þarna að hlusta á hana. Gekkið. Ég er ekkert eitthvað mikið fan, en þú veist, mér er svona skemmtilega. Já, með svona æði. Já. Og hérna, ógeðslega góðu koktelar. Herðu, geðveikir, Já. watermelon spritz. Veistu, ég er alveg á þessu fan. Já. Hann var alveg mega sætur. Ég gæti ekki drukkið, ég var alveg lengi með hann, skilur Já, við. en það var alveg in hindsight frekar gott. Það var mjög næs, þá þurftu ekki að vera alltaf að pissa á Já, það. já.
eða fara. En góður, skemmtilegt svona, þú veist, hann var með, svo það var nammibar. Já. Það var nammibar. Miklu meira svona þeng heldur en í fyrra. Já, síðasta, já. Senast tónleiku, það var ekkert. Nei, þú veist. Og það var bara eitthvað rósavín, skilur, þú veist, bara eins og bara fótboltastadium. Og Haribo nammipokar, þetta var eitthvað svona þannig. Já. Bara ekkert. Ekki neitt. En reyndar núna voru engi food trucks fyrir utan eins og senast. Ekki eftir á, nei. Ógeðslega skrítið. Það var ógeðslega mikið food trucks eftir á senast. Já. Núna var ekki neitt. Nei. Allir hafa kannski verið meira nær túbunni eða eitthvað. Já, kannski. Það löbbuðum ekki þar. Nei, við fórum bara beint inn á hótel. Já. En já, þú veist, það var, og líka bara svona þegar maður pantaði þessi watermelon spritskilu, maður fekk bara, þú veist, það var bara garnish og bara svona diskoskraut og þetta var svo vel út hugsað. Eitt svona stókelskriti og mættum við bara búin að borða í Selfridges og svo ekkert, þannig að við keyptum okkur eitthvað sem var í sölu. Það var eitthvað svona chicken wrap. Ég veit bara ekki hvort það megi bara ekki vera með gafla. En okkur var þetta ekki bara wrap? Það var bara flatbrauð. Þetta var bara flatbrauð með hrásalati og skink... Og bara heilum kjúklingalærum. Við vorum bara að borða þetta með puttunum. Já, og það var bara ekki hægt að borða þetta. Nei. Þú veist, ég bara tók bara kjúklingabitan því ég bara komið nóga þessu. Já. Og bara setti hann bara tómar upp með, skilur, í staðin fyrir að vera eitthvað að reyna að borða þetta með. Það var ekki hægt. Það var bara svona eitthvað flatbrauð og svo bara sett eitthvað ofan á það. Já. Smálíðilegt. Hafðu þetta sem wrap. Eitthvað bægilegt að borða bara pítsu eða eitthvað. Já, vertu bara með góðan fucking Dominos-stand. Takk fyrir. Hvernig væri það nú? Og ég ætla bara að segja ykkur það, kæru Tebos Besties, að það er komin nýstýrstræðir. Já, inn í þessa Besties fjölskyldu. Já. Og það er engin annar en Dominos. Mikill heiður. Mikill heiður. Og þetta er búið að vera draumur lengi. Þið sem vitið, þið vitið að þetta eru okkar pítsur og okkar ostakort og þarna. Þetta er okkar staður. Já. Þetta er okkar staður. Og hefði Dominos standi verið þarna, þá hefði ekkert, þú veist, ekkert, það er best það sem ég elska á tónleika á Íslandi, þú veist, þessu bara frá herra okkar, alltaf Dominos. Já. Það er alltaf tekið bara, farð lille disk með pítsu, svo einfalt. Það er ándurs ekkert betra en slæsa Dominos ekstar. Best. En en líka að því við erum að tala um Dominos, þá er gott að taka fram að við náttúrulega fórum sko á Harry tónleikana á Laugardalnum þegar það var Englandsleikur í gangi. Og það er HM í gangi, guys. Fótboltaspilið er að nótum allt. Og þannig að við fengum alveg sko Harry syngja Football's Coming Home, sko englendingum fyrst get iconic. Samt ekki því, ég sá alveg fullt að gælum vera bara eitthvað, no. Nei, en það var líka fullt af fólki frá öðrum löndum og þeirra löndur að keppa á HM og eru bara eitthvað... No. Já. Þú veist þess að Írar og eitthvað voru bara, oh hell no, bara heldur, ég sem búin að vídeo og stelpum bara halda fyrir eyrum, bara no. En þetta var bara svo smá character fyrir hann, sko. Já, en þetta er samt, ég var skilur samt svona smá að taka þetta fram, þú veist, eins og svo var þetta líka tekið fram á Bad Bunny tölungurum, skilur, og England vann í gær og þá var fullt af fólki bara frá Mexíkó og bara bú. Já. Þú veist, bara, þetta er alveg risky á svona international tónleikum. Að taka þetta fyrir. En there was a dude sko, in the crowd og Harry að horfa á leik. Það ándi svo, þetta var, mér langaði að berja. Nei, mér langaði að svona slá síma. Why would a man be here? Já, sko. Why would a man be here? Ángríns. Sem er að horfa á fótboltaspil. Hann var standandi fyrir framan okkur. Já. Leiðu okkur alla að fara það fyrir framan. Farðu bara in the back og horfa á hann leik þar. Fuck off. En farðu heim. Þetta triggeraði mig. Já. Mér langaði ándjóks að sparki hann. Já, þetta var ógeðslega aðstæðlegt. Bara show some respect hérna, sko. Ángríns ég langt ekki að sjá okkur svona lýsingu af einhverjum grænum skjá. Það er ekkert sem trufla mig meira en lýsing af grænum skjá. God, sko heimilið mitt er svona every day núna. Deyja. Já, það er alltaf bara grænt heima á mér. It's disgusting. Jú. Ógeðslegt. Og don't bring it to fucking Harry Styles. Nei, bara go the fuck home í alvegni. Oi. Mest ekki livsmins. Já. Akkur þetta taka manniðin með. Já, ef að maðurinn er að horfa fótboltaleiki og það er Englandsleikur í gangi. Hann á að enjoy the music eða get the fuck out. Já. 100p. Disgust. Bara hræðilegt. Eða sittu bara aftast og verstu þar svona, skilur. Nei, verstu bara heima þess. Já, fyrir utan það. En ef þú ert bara eins og við sáum hann að pappa sem fóð með dætur sínar sem var að horfa, við byggum alveg til whole storyline hann, við veitum ekki hvort hann var að horfa leikin á leiknum, en örugglega ekki. Hann var að horfa á hann að klára leikin eftir á mannstu tónleikana inn á hótelinu. En þess að hann gæti enjoya tónleikana og svo náð bara restinni. Þú getur bara að horfa á þetta og replay. Já. Þú skal alveg gera það, sko. Þú veist, ég var í Asju, þá var alltaf að spila leikina daginn, það sem voru löngu búnir, sko. Já, ok.
allavega talandi HM, þá sérst HM tilbúið gangi hjá Dominos. Já, ekki horfa á það Harry Styles. Nei, en þú veist, ef þú ætlar að horfa það, guðanabænum, fáðu pítsu, gera þetta smá bærilegra, fáðu Dominos pítsu og nýttu HM tilbúið. Ég skal alveg horfa á fótboltaspil ef ég fæ Dominos með. Þú veist, ég skal vera þar og borða. Já. En ég verð bara, við verðum að taka útisnúning af því að við erum að komna inn á þetta. Please segja okkar, þið eru our crowd. Er þið líka með Haaland á ykkar pítsu? Haaland. Haaland. Erling Haaland. Þetta my new favorite guy. Ég elska hann. Hver elska hann? Akkur þessi gaur, mest icon hann bara. Hann geggjuð. Þetta eini fótboltaspilari sem ég elska. Nei, I love him. Já. Ég fan. Já, það eitthvað við hann. Ég held að sé að þegar að taka þessar litlu töðrur og íta þeim og nota þá til að sparka í boltan og ég elska bara hvernig hann kemur fram með fótboltamenn. Veistu, ég kann sem ekki að meta að sé bara eitthvað að hrinda þeim. Já, bara eitthvað risa víkingur. Já, og hann lúkast svo smá svo tröllavíkingur og hann eitthvað svo í svona furðulegum hlutföllum og ég dyrka. Já, hann bara svo skrítin. Elska. Með þetta hár og já, bara. Svo hann bara gett fyndin. Já, og bara gett unserious. Já, því að hann bara gett skrítin. Já. Skrítin skrúa, en ég veit ekki hvernig, við vorum sikkur í heimsálfunni, hinum einn á nettinum, með sama fótboltaspilaran á fóripeitsinu og báðar á loving it. Það þýðir he's trending, sko. Já. He is trending. En hvernig erum við bara, ég er búin að horfa á allt. Ég líka. Öll lögin sem eru með nafnið hans og ég er búin að searcha hann alveg margoft. Hann líka bara svona, hann bara svona gæi sem þú horfir til svo, skilur. Já, þú þarfst alveg að horfa, já. Þú ert svona, byrju nú við. Hvað er að gerast þér? Ég fá að vita meira þig. Já. Drengur. 100%. Drengur minn. Við erum að taka þáttum. Jú, ágreifum við að taka þátt. En er eitt svona, ef að það sem ég læri af þessu HM er allt Erling Haaland, I'll take it. Já, I'll take it. Já. En við þurfum alltaf bara að fara að horfa á bara Noreg spila og Ég held með Noreg. Ég held með Noreg. Þeir eru búin að vinna, sko, fyrir mér. Já, sammála. By the way, HM er búið, Noreg var vann. Já, það stíði vorum í útberðum. Já. It's over. Norway won. 100p. En líka bara þjálfarinn æði, skilur. Já, þú veist, oh my god, þjálfarinn er hann settir heiminum. Já, svo settir. Oh my god. Ángríns. Go Norway. Já, hann var ekki að knúsa hann á konuna sína þegar hann vann, eða þú veist, þegar liðið vann. Hjó bara upp. Já. Þú veist, giving Troy Bolton, eða þú veist. Já. Eitthvað. Hvað kallmaður í fótboltaspil gerir það, skilur við? Mitt. That's rare. That's very rare. Þetta er svona góða menn, sko. Já, Noreg er... You have my vote. Já. Get ég kosið það? Nei. Þú getur ekki. Get ekki gert neitt. Nei. Ég hef bara hort og sýnt minn stuðning og panta með Dominos. Ég held að það sé einu sem þú getur gert. Og þú veist, þú getur náttúrulega styrtar aðalega HM. Þannig að þú drekkur nógu Coca-Cola. Check. Já. Easy. Þú veist, það er eins og sjá, núna eru Coca-Cola-dósunar komnar í HM-búning og eitthvað svona þannig. Þannig að það er hægt að styrkja HM með að styrkja styrktaraðalina. En talað það, allt þetta lífæsdrama. Já, ógeðslega fyndið. Ógeðslega fyndið. Það var svo ógeðslega vel gert hjá þeim. Já. Þannig að það var eitthvað Levi's Stadium eða eitthvað, ég veit ekki alveg allt um þetta, ég sá bara eitthvað smá. Og þeir máttu ekki sponsa HM, eða voru ekki að sponsa FIFA eða eitthvað, what the fuck it's called, skilur. Já, algjörlega. Og það var bara coverað Levi's logo. Þú þekkir alveg Levi's skiltið, þú veist alveg nákvæmlega hvað stendur hann undir. Þetta er bara þetta iconic shape. Og þeir fóru bara í herferð. Ég nefnilega sá herferðina fyrst. Ég líka. Og ég skildi ekki alveg, ég bara ég var bara að breyta logoðan. Já. Ég held að það var coverað og svo breyta. Ég sá þetta nákvæmlega eins, já. Já, það var sem stóð í vídeóinu, ég bara, what? Og svo sá ég the back history. Og þeir tóku þetta bara svona í svona mótsvari að covera öll logoðu sín í búðunum sínum. Svo ógeðslega og gerði einhver línu þar sem að logoðu er coverað. Geðvitt. Og fólk sem er bara eitthvað fútbolfans munur að kaupa þetta, skilja, þetta mun minna það á þetta HM, skilja. 26, já. Núna vilja allir þetta covered merch og fleiri fyrirtæki er búin að vera herma eftir þessu og eitthvað. Já, þetta er geðvitt, þetta er iconic. Ég kann að vita þetta. Svo vel gert hjá þeim. Ég kann að vita þetta, sko. 100%. Fikk bara meira fyrir þetta heldur en að það hefði staðið, skilja. Já, nákvæmlega. Meiri athygli. Já. Brilliant. Já. Talað um fótbolta bara. Jæja. En já. Who are we? Án gríns. En já, við mættum alveg seint á tónleikana, náðum samt Shania Twain
og svo ég held að væri bara svona rumored, ekki rumored, ég held að væri bara TikTok-vídeóin, það var eitthvað svona where the hell's my husband, og svo kæm hann út en hann actually kom Tjumlu með það er svona hans svona, hei, allir kom og núna, þú veist, farið að pljóttinu kom inn að spila það sjálfur það er bara, settu þarna where the hell's my husband það er örugglega ekki hans ákvörðun nei, en þú veist, hann samþykkir það suggested en þú veist, Bridge over Troubled Water það er alveg hans sem hann er ákveð að setja það er ekki lag sem hann hendi bara á gett rólegt lag, skilurðu þú veist, þannig að það var klárlega bara partur af því, þú veist, þetta er alveg hans listi já, klárlega, þetta er líka, þú veist, maður sá bara inn á TikTok bara eitthvað svona hvenar allir eru skilur og planið, þú veist ég elska þegar gælur gera þetta takk já, ángríns, doing the work for us þannig að sáum við bara, ok, Shania Twain klukkan 7 og Harry klukkan 8:20 og þá mætum við bara 7 því við höfum ekkert að gera, við erum ekki að fara barrikata eða eitthvað þannig, við höfum ekkert að gera hana fyrr þannig að við mætum bara og þú veist, ekkert pirrandi bið það var ekkert það var fullkomið þannig að já þá stóð hann í þessu itinerary hjá þessar skvísu sem að bjóða til bara eitthvað, hann kemur eitthvað, þitt sæn að fara út og vera tilbúin, eða vera tilbúin where the hell's my husband ég var bara, Birta, það er að fara að koma þú er bara, já, svo kom það og það kláraðist, svo held ég að kom Bridge over Troubled Water og þá byrjaði að dembi, nei það kom líka Football's Coming Home spilað svo kom Bridge over Troubled Water og svo kom hann en það kom bara sko það var svo bara kveikt á styrstu bara allt í einu, bara akkurat þegar hann kom já, og bara og maður var bara, oh my god það var rosalegt en það var samt alveg bara vibe þú veist, að því það var heitt og þetta var geðvikt þetta var eitthvað svona kallt og vindur eða eitthvað já, þú veist, og maður var eitthvað bara í svo miklu stemming og það hefði ekkert getað skemmt stemminguna ekki eins og hann náttúrulega alveg á sprettinum á þessu svið já hann gat það ekki nei, hann gat ekki af mikið sko. hann þurfti aðeins að róa sig þess að fórum líka úr skonnum en ok, ef að ræða sviðið já fucking trash, sorry trash við, ég bara, þú veist, ég hef aldrei sagt neitt ljótum okkar Harry mann, sko, en þetta er alveg ræðilega, maður sá ekki shit nei við erum alveg uppið við erum bara með geggjaða miða standandi ekki the main pit, skilur við erum bara the disco pit sáum ekki Jack ekki neitt sáum ekkert sá hann inn á milli koma bara og hann hleyp svo hratt þannig að maður næri ekki að taka mynd á honum eða horfa á hann eða eitthvað, skilur við þetta er áttist glatasta svið sem ég sé þetta er svona eins og hvað er þetta svona guta inn á milli já, þetta er svona gluggi þannig að þegar hann var, þú veist, á innri línunni þá sáum við hann ekki og þegar fór hann svo hinum einn, sáum hann alls ekki þannig við þurftum bara líka ef hann fór fremst sáum hann alls ekki við sáum hann bara ef hann var alveg uppið þú veist, skjáin eða hjá okkur sem var ekkert oft fucking pirrandi við hefum ondjóks, við seldum 2 miða í sætum, við hefum séð betri í þeim miklu þannig að þið bestið sem keyptu það bara okay, það var svona ógeðslega gaman, skilur það var ekki leið, mér finnst alltaf skemmtilega standandi á svona tónleikum, bara því ég fíla bara geta hreift mér dansað og reynda að fá okkur önnu pov og eitthvað þannig en maður, bara þetta sviðir alveg hann hlýtur bara, ég veit að hann klára túrin sem með þessu eins gott að hann búin að taka alla hóluna, það voru 2 hólar eftir eða já, en hann lækkaði þá líka eins þeir voru með þess að herri en þeir voru eitthvað fleiri þá sástu bara genuinely ekki neitt þú veist, bara hver að honum þú verður alveg að búa til sviðsmynd og kannski pröfa að standa neyri bara sé eitthvað hérna en það geggja svið fyrir fólk sem situr þá er hann bara geðið mikið út allt, skilur geðvikt en fyrir okkur sem stundum hrika og við erum yfirleitt að borga meira fyrir að vera þar sko. Þannig að 100%. Já, þetta var ekki alveg nóg gott hjá honum sko. Þessi sviðsmynd hann hlýtur að laga þetta gerist ekki eftir sko. Trúi ekki upp á honum bara... með við konum búin að fá mikið heit sko. Já, ég meina, þú veist, næstur hann líka fara bara þú veist, til Mexíkó eða eitthvað. Já, veist, ég held hann haldið þessu áfram út þennan túr, sko. Það væri samt svo geggjað að myndi bara laga þetta. Það væri, já. Af því það er pottuð að vera búið til eitthvað nýtt svið þar, það er ekki verið að fara með það með skipið eða eitthvað. Spurning, sko. Með kargoflugi bara. Það er svolítið mikið, ég held að það sé allt dýrt. En, þú veist, það er stórt. Já. Ég held að allt svona væri með skipið eða eitthvað. Með hefum taka alltaf langa tíma. Já, það er ekki hægt. Þess vegna er bara búið til nýtt þar, skilur, bara einhvers staðar í Bandaríkjunum eða.
I don't know. Allavega, ég vona bara for the Mexico fans að hann breyti þessu, að þetta er hryggilegt. Bestu tónleikarnir verður í New York og Madison Square. Já, það er ekki hægt að gera það. Já. Við ætlum alltaf þangað. Kannski þurfum við bara frá aftur. Kannski þurfum við bara. Alveg fyrst að skreppa Nei, en það bara. ok, þú veist, við erum ekki hér til að kvarta þetta. Þetta var ógeðislega Já, gaman. já, þetta var ógeðslega gaman. Svo gaman. Þetta Já. er bara svona búið að vera umræðan og það er true, skilur. Já, bara true. We've Já. been there, we saw Já. it, it's true. Já, ég er Algjörlega. ekki bara að verja hann með þetta, sko. Nei. Hann feilaði þarna. En af því að hann náttúrulega er búin að improve outfit sín, sko. Þú veist, hann er alltaf að fara í shorter shorts og meiri Meiri crap. Hann var í slutty little shorts Já. hjá okkur, hann sagði þetta sjálfur. Þú veist, það var iconic. En hann var daginn áttur í buxum. Ó, ég var ekki búin að sjá það. Hann var í löngum buxum, eða tindur sem það var mondeginu með það. Og rauður skyrtu og eitthvað. Já. Hann var meira klæddur. En svo, ég er svo jealous fyrir þá sem fengur crop topin, sko. Já, það er alveg iconic, sko. Það er geðveikt áttu. Af því að þetta var giving einhvers konar teiknumyndapersóna. Hann var í svona gulu, sinnepsgulu Já. drakt eins og með stuttbuxum í Já. stíl. Giving smá svona Homer Simpson einhvern veginn. Einhver teiknumyndapersóna Já. sem veit ekki alveg hver er. Nei. Blá þau skyrta og brautt bindi. Þú veist, ég sverða það er einhver teiknumyndapersóna sem hefur klætt Já, svona, það sko. er. Þetta er giving a clown, to be honest. 100%. Ég var ekki það ánægð með að líta samsetningu Nei, hans. samsetningu en þú veist, I love the shorts I love the shorts. og gott að hafa hann í sokkum. It slowed him down. Já. Það var allt stóru sokkana hans. Já, það var enda hræðilegt. Já. Hvað var það? Akkur hann í stórum sokkum. Ég veit það ekki. Þú veist, bara hatar stílinn hans, hann. Það lítur að vera. Ég meina, að lúkar þannig. En já. Það er eins og stundum er það bara svona, já, ég ætla að vera góð við í dag, Harry. Og stundum er það bara svona, nei, ég ætla að setja í sinneb gulan. Já. Ekki það hann rokki ekki hvað sem er, Já, skilur. já. Nei, Það er nei. alltaf sætstur. En, þú veist, vanlega er líka bara, því hann er, þú veist, performa sumar og hann er alltaf í skyrtum, bara langar. Hann er bara sveittastur í heimi. Já. Rísa sveitablettir. Já. Þú veist, hver fyrir hvernig er þetta að gera þetta? Þetta er Why ekki þægilegt. wouldn't you bara sleppa þessu, skilur? Einmitt. Þannig að kannski á heitistu dögunum, þá var hann kannski í þessum kropptopum. Já, kannski. Þannig að já. það var rigning, þannig að hann var settur í skyrtinu út af því. Já. Skottinn, hverju fóru ekki fyrst þegar? Shit, það er amazing. Hann var í kropptop þá. Einmitt. Nei, hérna, en já, tónleikarnir voru svo bara Geðveikir. geðveikir. Eins og Bara- alltaf, skilur. Nei, alveg henni. Þú veist, það er bara geðveikt. Já. Gaman að Harry heyra þessa tónleikar plötu eru svo, live. já, þú veist bara Harry tónleikar eru svo ógeðslega gott vibe. Svo gott vibe. Það eru bara allir bara eitthvað svo mikið krútt og eitthvað. Já. Sem að, you feel very safe, skilur inn í þessu umhverfi. Svo bara kláruðu tónleikana, stoppum okkur á hótel eftir á, svona leifa, þú veist, örtröðunni, mælum Já. alveg með, að leifa örtröðunni að líða. Eða eru að taka Uber, Já. eða líka eru að fara í túbið. Að fara bara á okkur pöppana, það er eitthvað Harry pöpp. Túbin alltaf lokar. Þannig að fólk heldur sér að drífa sér að Er ná. það ekki klukkan 12 eða eitthvað? Jú, já, við vorum tónleikana Það getur alltaf að beðið smá. Já, 100%. Tónleikana eru búin 10:30 eða eitthvað. Já. Ég myndi alltaf býða allavega smá. Ég held að ég hef gert það þegar ég hef einu sinni farið í túbi áður eftir tónleika. Og beið ég bara aðeins. Já, það er mjög sniðt. Já. En já, þannig að við fórum bara að fengum okkur drikk og Já. vorum að fyrst svona debriefa tónleikana. Já. Og það var rosalega gaman. Og svo hérna fórum við bara heim og pöntum okkur eitthvað mat og eitthvað. Og þá byrjuðu að ræða hvort þetta fara á Bad Bunny. Já, við rættum það bara smá kvöldið. Men ég fór alveg að skoða miða á Já, eitthvað. þú gerði það þá. Já. Og fór að tjekka hvort það venju að vera langt í burtu. Og... Að því að, sko, hann alltaf, Bad Bunny var með tónleika á laugadeinum, sama dag og Harry var með tónleika. Og þegar þau TikTok byrja að hrynja inn, þú veist, þá, sko, við erum alltaf búin að vita að Bad Bunny var með Já, tónleika. við vorum alltaf á leiðinni mögulega að fóru eiginlega bara smá eftir hvort að ég væri búin á því eða ekki. Já, þú veist, og við vissum alltaf af þessu og þú veist, þetta var alveg svona, já, eigum við ekki eftir að enda þetta. Þú veist, ég var búin að segja bara alla, við erum mögulega að fara Bad Bunny líka. Já, Þú þú veist, við vorum alveg skilur Já. þar, þú veist, en svo bara svona einhvern veginn, ég held að þetta hefði alveg smá gleymst ef að, þú veist, tónleikarnir hans hefði verið, við segjum hann hefði verið með á tónleika á sunnudeginum. Já, fyrsti tónleikarnir. Já, fyrstu tónleika, og þú veist, við höfum bara séð það á Þá hefðu við örugglega framlengt. Örugglega. En þú veist, en að því að maður byrja að sjá all TikTokin kominn, þá vorum við bara býtu, wow, en já, við byrjum svona aðeins að ræða þetta um kvöldið. Já. Gerðum ekkert í því samt. Nei, við vorum svo þreyttar. Já, fórum bara eitthvað að sofa. En ég var samt bara að byrja að skoða með það, svo bara sopnaði ég. Já.
og já, þetta var í einhver Tottenham Hotspur stadium sem ég aldrei farið á æfinum þannig ég var bara, það kannski bara 3 tímar í burtu Já, svo vöknuðum við bara fyrst sem við gerðum vorum bara við verðum við fórum að skoða TikTok vorum bara að skoða og vorum bara svona shit, nei, Maya Yama, Casita já, við vorum bara fuck, nei, við verðum og bara, svona, þetta var svo tempting og svo vorum við svona, ættu við, nei, vorum bara að skoða miða og þeir voru eitthvað svona frekar ómögulegir reservations um kvöldið, ekkert merkilegt já, jú, samtalið merkilegt já, en þú veist, þau eru alveg ruggu okkur fyrir að mæta ekki já, fucking deposit á þessum einast þessum aldrei lendi að vera depositið í London eða þú veist, jú fáránlegt en já, við þurftum alltaf, við töpuðum pening literally en svo en já, vorum eitthvað svona vorum eitthvað svona on and off með þetta því að þú veist, þú voru stundum bara til miðar í sætum og þú veist, þetta var líka bara að seljast eins og heita lumur þarna morguninn, sko já, bara, þú veist, það eitthvað sem við tókum ákvörðum við saman að við munum aldrei upplustra við munum aldrei segja hvað við borgum fyrir nei og en það var sannleikur já en þú veist, þetta var líka bara, þú veist, það voru bara komin 2 miðar, lost on earth, þú veist svo voru við eitthvað svona, eitthvað leiðum eitthvað aðeins síma frá okkur svo voru við bara, við eigum eftir að sjá eftir þessu við eigum þetta eftir að einu umræfnin í allan dag og allan morgundag, ef við förum ekki þú veist, við eigum eftir að tala um þetta okkur þá erum við ekki í svona 3 ár ef við gerum ekki sko, ég hefði grenjað þannig að við vorum bara, við förum bara samkvæmt að fucking kostar við förum og það var nákvæmlega sem gerist þannig að eitum líka aftur deginum ég að leita átfiti já, svo kvæðist það, já þá var náttúrulega allt annað stærk, skilur allt annað stærk, við erum ekki með neitt og smá þema þarna já en skemmtilega, það er svona auðveldra heldur en Harry miklu þetta er svona meira svona casual fun eitthvað þannig að við gátum alveg redda okkur en oh my god, hvað ég sé ekki eftir ég að kemst með það, sko þetta ekki neitt þetta er náttúrulega allt annað en Harry við náttúrulega hefum farið Harry áður, skilur og bara elska Harry, bara aldrei fara að bera þetta saman aldrei fara að segja hvað er skemmtilega nei, en er ekki margir búin að spyrja ekki hvað voru betri já, ég er bara hægt að spyrja, þetta er ekki viðeigandi spurning þetta er ekki sambarlegt en þetta voru svo einu persónuleika sem ég farið á ævinni minni jú, algjörlega þetta var bara svo allt annað sem þú veist, maður hefur ekki farið á bara svona bara á spænsku mælandi tónleika ever, eða svið bara the party geðveikt og bara líka þarna Bad Bunny fans eru æði bestir mann leið geðið safe í kringum alla ekkert óþægilegt vibe nei þú veist það voru allir miklu meira kallmennum þarna heldur en náttúrulega Harry er náttúrulega 90% konur eða eitthvað eða meira þarna var bara svona 50-50 já, það var mjög mikið kannski 60-40 já, kannski aðeins fyrir konur já en bara geðveikt vibe ógeðslega skemmtilegt sviðið og við reyndar mættum allt og seint já, við mættum að segja shit, sko, það tók ógeðslega langa tíma að fara jöfull tók það átti að taka klukkutíma, við vorum mjög svona 1:40 á leiðinni já, það var ógeðslega langt gæinn tók svo langa leið, þann fór bara inn í eitthvað íbúð og svo ég var brjálast já. En vá, bara að mæta hana og líka bara allt staffið já, allir ógeðslega næs bara eitthvað bara þú veist, þegar við fara gegnum security þá voru bara þeir ógeðslega næs og bara já, með vassflösku og bara ekkert vesen og svo kom inn og bara run ladies, he's starting eitthvað sooner tonight because it's Sunday við eitthvað hlupum inn og allir bara go bara við eitthvað hlaupandi inn að því að það var akkurat að byrja þegar við vorum að mæta en þetta var svo ógeðslega nealvörinni, ég er bara að horfa á myndbönd bara síðan ég bara get ekki hægt að horfa á öll myndböndin, þetta er bara skemmtilega sem ég upplega sko í alvörinni þetta var ógeðslega gaman ég er bara þú veist, ég er bara að vera með Bad Bunny á heilanum svo lengi núna eða ekki það lengi náttúrulega en þú veist, ég byrjaði að hlusta á hann í Mexíku fyrir að þetta var svona þetta vibe, spænsk tónlist svo bara ógeðslega mikið á þessu ári bara alltaf bara sama hvað ég er bara getur spila Bad Bunny og ég bara náttúrulega kann ekkert spænsku en ég er alltaf bara að syngja eitthvað svo gaman að dansa við þessu tónlist þetta er bara upp á holdið mitt bara sama, bara ef það er eitthvað stað DJ þá spyr ég Bad Bunny þannig að það var svo gaman að upplifa þetta in real life bara og líka að sjá hann því líka karakter svo geggjaður, við vorum alltaf bara alveg uppið hann alveg horfði á okkur sko. ég veit það, benda á okkur hann gerði það ég sverða, ég sko þegar hann er að benda, ég missti síma minn bara, ég man eftir þessu momenti að ég var bara, hann actually horfa á okkur og hann brosti til okkur ég er með vídeo þannig að benda, bara beinta á okkur tvær það var engin fyrir aftan okkur nei, það var engin fyrir aftan okkur Benito sko, hann sá stelpunar he knows us
Við náttúrulega mættum alltaf seint, þannig að við náðum ekki að fara inn í La Casita. Nei, einmitt. Það er ástæðan, það var búið að velja. Ég sá þess að Jeremy velja. Nei, já, búið, Birta. Já, búið. Búið. Já, það er svona gæi sem er að velja inn í, þið vitið ekkert um Bad Bunny. Nei, ég held að margir vita ekkert. Nei, ég held ekki heldur. Þú veist, það eru með svona hús eins og Super Bowl, ef þið horfðu á Super Bowl, svona Casita. Já. Þá velur eitthvað gæi sem að við vissum hvernig leit út. Hann velur einhverja fólk, þú veist, ekki bara gælur en þú veist 90% gælur. Já. Og hann velur líka á sitjandasætum og eitthvað þannig. Já. Þannig að random fólk bara. Og Birta sá hann um að koma og sækja ykkur gælur. Við vorum ekki nálægt þar, við hefum þetta verið þar. Já, en ég sá að hann labbaði fram hjá okkur, sko. Aha. Já. En þú veist, við lítum ekki nógu vel út. Nei, jú, en ég held að sko bara, ég held að hann þurfa að velja á gólfi og svo velja, þegar hann veldi þær sitjandi. Já. Skilur þú veist, það er afsökunum mín. Já. En líka því að gellurnar sem mannst ekki gellur sem var að dansa á full. Það var bara í shorts. Já, og bara fulljóðna fyrir framan okkur. Það er að reyna. Já. Hann labbaði og þá öskruðu þær. Já, ég sá það. Og ég held að þegar það gerist þá er hann svona, nei, ok. Já, heldur að við séum partur af þeim. Já, einmitt. En ertu ekki búin að sjá, ég sá bara áðan, þú veist, hérna yfir fólk bara gælur að prossa. Já. Og þá segir hann alltaf nei. Já. Ég veldi sér hann sá, já. Það verður að vera nonchalant. Já. He has to choose you don't choose him. Já. En nei, þetta, þú veist, hérna... Ég gæti ekki höndlað mín í þessu La Casita, sko. Það símiðin tekin af þér og eitthvað svona þannig, skilur. Nei, svo gælum við bara að taka vídeo á sér, sko. Nei, það var eins sem var með svona storytelling og hún bara að hann settur í, þú veist, inn í húsinu og gemdur í svona einhverjum póka. Og það var kannski bara eitthvað með auka síma. Þeir eru bara með síman svona stilt hann upp og var bara að taka from the back, skilur við, bara upp, bara TikTok. Ok, já, það er bara auka síma því að þú veist, annars væri bara allir svona inn í, þú veist, það myndi ekki make neitt sense. Já, það væri mjög ljótt. En þetta er óslega skemmtilegt vibe og þú veist, hann bara kemur þarna inn í og er bara að syngja með bara fans. Svo oft er eitthvað celebrity líka sem er fá að koma og eitthvað hannig. Þú veist, Selma Hayek var þegar við vorum? Var hún inn í þessu? Já. Var hún inn í þessu þá? Já. Já, en mér það svo fyndið að því að Selma Hayek var líka þegar ég var á Sabrina-tónleikunum. Hún var arrested, svona aftur á þessum tónleikum. Hvað er hún að gera alls það? Ég veit ekki. Hún bara elskar tónleika. Can't blame her. Og mig. Já. Ógeðslega fyndið. Ógeðslega fyndið. Já, það var svo random leikona. Já. Já, þetta var bara geðvikt. Geðvikt. Sturlað. Ég er með svo mikið... Veistu hvað erum að gera? Benito Blues. Veistu hvað erum að gera? Bara til þess að fá svona hint of the vibes aftur, bara svona Pandamiða í Stokkólmi. Já, eða fara tapasbarinn. Já, kannski. Smá svona spænskar mat, skilur að þú veist. Nei, að spila Bad Bunny. Já, ágrís. Nei, bara fara, þú veist, pældi hvað það hefur verið fullkomið. Svona fyrir ef hann væri hérna á Íslandi. Já, en líka þau líka með late menu að helgar, skilur, að það geta farið þanga eftir á. Wow. Perfect. Já, það er alltaf leitast það eftir á. Já. Aldrei neitt eitthvað í kringum og eitthvað. En já, farið í Teboselin á morgun. Já, á morgun, 50 dagur, 4500. Svo góður. Ég er búin að hitta svo marga sem er búin að segja mér bara hvað, oh my god, og ég alvörunni, ég er búin að hitta svo marga sem er bara hvað, djöfull er þetta gott. Þetta er rugglað, sko. Og fólk er líka svona, þú veist, er bara ekki, já, ég tala 4500 per rétt. Nei. 4500 seðillin. 3 réttir á mann. Já. Það er, þessi er ekki 3 réttir fyrir par, eitthvað, 3 réttir á mann, 4500. Svo gott. Svo gott, ég er alveg búin að vera að kreifa þetta. Ég líka, náttúrulega svo að fara túnfiskurinn, what the... Og steak frites. Já. Elska steak frites. Ég sakna smá steak frites. Já. Það er ekki hægt að fá bernisósun einstaðar. Satt. Nefnum á Íslandi. Já. Bara, kannski mikið með þetta Ísland og bernisósun. Já, kannski ógeðslega mikið með þetta. Þannig að, þú veist, já, bara vilja smá svona Spanish vibes. Geðveikt. Tapas. Djöðlega er svona kalt á Íslandi maður. Já, það er. Það er búin að vera að ljúga að mér. Nei, það er alveg smá sumar. Það var alveg smá sumar. Já, nei, bara núna. Ég er að koma heim í auðmeldi við Bensi og mamma og eitthvað, skilur. Nei, þetta er alltaf læg, sko. It's not. I'm not okay. Nei, I'm not okay, sko. Og ég er ekki enda búin að gefa upp my flip-flops. Nei, þú ert ennþá, you're living bara the dream, sko. Það var ógeðslega, ég var að segja Birta að ég fór í heitan tíma í morgun, bara svo hotfit. Og þú veist, þá ekki að það að fara bara í Havaiana, skilja, því ég er bara, hvað er þeir að fara á tætnar og svo bara labba út. Og svo er ég eitthvað að labba út, svo ég ætla bara að lifta aðeins og ókslands í lift. Og svo er ég bara komin í allt í nýru og nýpur, ég er bara, oh my god, ég er það í flip-flops.
og ég fæ bara svona ykkur sjálfur mér að því að ég verið stuppbuxum og flip-flops og það nýkomin frá útlöndum. Það bara, ég ennþá í útlöndum. Þú veist, ég var ímyndað mér hvernig ég var að taka bak og það mér lappina svona að taka bak og ég ykkur sá mig, I'm sorry, ég var með auka skó með mér, sko. Ég var bara, fattaði þetta ekki. Ekki að flytta þér að skipta, nei. Ég var bara með svo mikið dót ofan að mig, ég var bara búin að gleyma þið. Já. En já, þannig að ég bara króknað en það náttúrulega, sko, eina sem ég elska á Ísland, mikið sem ég elska á Ísland, en einn sem ógeðslega gaman hagkaup og tax-free dagar. Það sem núna. Þarftu ekki að fylla áalskuna eftir þessar ferðir? Jú, ég þarf alveg, sko. Það ekki? Jú, það eiginlega allt búið. Já, þessu sérstaklega svo settingsbreið. Já, ángríns. Já. Bara L'Oreal spreyið mitt, ég tók með 2. Einmitt. Og ég þurfti að nota svo ógeðslega mikið að það er svo heitt. Já. Þannig, en það alvegni, ef maður glemdi því, þá var maður fucked. Já. Glemdi því einsinni. Þegar ég var sína myndir að það svo sveitt. Já. Þá var ekki með það. Nei, einmitt. Þannig að farið núna í hagkaup á tax-free snyrtivörum til 8. Toppa upp. Fyrst þetta 8. júlí. Það mjög góð tímasetning. Takk sér bara nýbúið að útborga þú veist, bara kaupa það sem maskaran, kaupa brúna eyelinerinn. Já. Ég þarf að kaupa brúna eyelinerinn minn. Ég var ekki með brúna maskara úti. Ekki? Nei. Já. Hræðilegt. Og brúna eyelinerinn minn. Já. Ég glemdi því báðu. Það var hræðilegt. Einmitt. Það nú gott að vera með að hauka það. Já, það hefur næst, sko. Og hvað líka svona geggjað augnáralím og augnári svona eitthvað sem er geggjað. Ég þarf að fara að kaupa mér augnári mín. Já. Ég spreðaði þeim upp. Einmitt. Kamera. Hvað skemmtilegt. Ylvatn. Það er alltaf dýrst sport. Gott að taka það á tax-free. Ég þarf að kaupa mér hana. Þetta er alveg 19,36% afsláttur. Já, það munar alveg. Já, það munar helling. Heila 20% afsláttur, Já. Munar mjög miklu. Já, af því Ísland með svo mikið tax. Svo típist, ég bara eitthvað svona, ég fór og keypti mér, þú veist, fyrir að ég var búin með make mitt og eitthvað, og ég lendi alltaf í þessu. Ég er alltaf nýbúin að kaupa mér eitthvað og svo er tax-free. Já. En ég lendi líka í því. Eða nýbúið og þá akkurat fatt að ég vant augnári mín, skilur. Einmitt. Og ég fer alltaf að kaupa svo 4 pakka í einu, en það er alveg dýrt, sko. Já. Þannig núna ætla ég að nýta þetta. Já. Að því, já. Maður verður að vera smart about it, sko. Let's be smart. 100%, já. Og líka bara sólavarnir og svona dót, skilur. Já, og svona, þú settingsbreyð með sólavarnir, þessum frá Mark og eitthvað svona, það er margt svo sniðut, sko. Já. Þetta leginn erlendi þessu. Brúkugröm. Já. Ég Mark, skilur. Já. Bara top up. Já. Er það djóka? Top the fuck up. Já. Þannig að þetta var bara ógeðslega vel nýtt helgi. Alvörni. Já. Þú veist, ég er bara svo sött og sæl. Ég líka. Og ég er bara svo ánægð með þetta. Já. Þó, þú veist, við gerðum ekki svona basic hluti sem við gerum meira fyrir út að borða. Já. Bara 2 en við gerum það alltaf. Já. Og við erum búin að gera það í Milán, þú veist. Já. Og New York. Já, New York og... En þú veist, þarna fórum við að sjá Harry, our husband. Our husband. Við erum að sjá Harry Styles. Já. Og Benito Baby. Og Benito Baby. Þú veist, þetta eru 2 menn sem eru búin að vera mest á okkar tungu núna seinustu mánuði, skilur við. 100%. Bara, 100%. Bad Bunny var að performa á Super Bowl, tókum heilan þáttum mannin, skilur við. Já. Þetta er bara, ég bara gæti ekki verið ánægðari. Ekki heldur. Það er engin annar sem er með langar að sjá eins mikið á þeir. En segðu mig, hvernig er þetta að toppa þetta? Aldrei. Nei, þú veist, það er málið, hvernig? Það er ekki hægt. Ég held bara, mér langar að Ariana Grande tónleika. Já. En ég held ég væri bara svona, meh. Já. Ég bara sjá allt af þeim tónleikur, ég er ekkert spennt fyrir því. Nei. Ég elska hana, ég bara elska hana. En ég bara, hvað er að sterkja hennar? Nei, ég skil það ekki heldur, það er bara ekkert. Ekkert. Nei. Allt í hennu er komin í ykkur lazy leðurbúning. Ég bara, þetta er ekki þú í dag. Nei, þetta er svo skrítið. That's not fit. Frekar Sara Larsson og fara bara svona... Já, við þurfum að Sara Larsson. Bara summer, litir. Er hún ennþá að túra? Ég veit ekki. Alveg búið að pippa hana út, sko, greið. 100%. En ég held að væri ekkit gaman að fara fyrir ná næsta túr. En þá er ekki Midnight Sun. Það kom eitthvað annað static. Já, kannski. Breytum statics. Já, maður villaði þetta. Static, já. Við fundum bara átfitt í selfriti sem bara, þetta er Sara Larsson átfitt okkar. Já, og bara vitum nákvæmlega hvað það kaupa okkur. Það er svona cirka. Það kíktir þetta ekki að verði. Nei, ekki heldur. En já, ég veit samt að ég munur örugglega fara á Ariana. Ég munur örugglega gera það. Að það, hvenær? Veit ekki. Nei, bara líða henni. Já. Það er langur túr. Hann er alveg eitthvað. Hann er bara, já. Þú veist, ég veit hún er í London í ágúst, sko. Já, ok. Hún og Weekend.
Sömu helgi þarf að taka doppul. Já. En ég bara, þú veist, ég hlusta ekkert á Weekend, sko. Nei. Bara ekki neitt. Nei. Og eftir hann léki hana Fame eða hvað sem að Já, ég er ekki að sjá það. ekki heldur. En ég bara búið að sjá klippuna. Já. Og það er einilega fyrir mér. Það er svo ekki loser. Já, bara, þegar hann bad acting. Ég geti Kanye tónleika, sko. Já. Sjá þetta svið. Já, Þú veist, það er alveg svið sem langar að sjá, sko. Er hann eitthvað með eitthvað nýja plötu eða eitthvað hannig? Nei. Ekki núna. Nei, ég bara pæla hvað hann er að performa hana. Já, bara hann tók bara Runway og bara alls, já, hann, Ég get alveg komið með það. þú veist, hann tók alveg bara eitthvað Pablo-plötunni, hann er bara að taka bara Kanye-lög. Já, það er geðvægt. Það er geðvægt, ekki bara eitthvað svona nýtt. weird. Já, eitthvað nýtt sem við vitum við hvað er. Nei, þetta er alveg bara Iconic, já. Þú veist, já, svo er ég alltaf líka til Drake tónleika, sko. Já, er hann á tónleikatúrinu? Já, hann var daginn alltaf. Ok. Veit ekki hvort sé hann þá, to be honest. Ég held sko einu spottin sem Kanye á eftir bara Japan og eitthvað. Let's go! Ég er ógislega til. Næstum tíma flug, ég er til í það. Let's go. Ég er vel Nei, sjóið en því. bara, this is your sign. Bara farið á tónleika, djöðs fokkin fjör er þetta. Fokk hvað er gaman. Og það er ekki eins og mikið fucking vesen og maður heldur. Nei, það er það alls Það er ekki svona mikið vesen. Nei. Það er bara minnsta vesen í heimi. So Maður er easy. alltaf búin að mikla svo mikið fyrir þessu. Ég man seinast þegar við vorum að Harry, það voru alveg mikla þetta fyrir okkur. Og mér Allt of fannst þetta mikið, meira vesen já. þá. Núna var þetta bara geðveikt nonchalant. Já. Og bara best vibes. Best vibes. Og bara þú veist, eins og við gáttum keypt okkur með samdöðs. Það var crazy þetta. Það var resell, crazy, sko. ég veit. En, þú veist, en ég It bara was- segja, it's possible. Já, það er hægt. Þannig að þetta gera allt. Það er alveg hægt, sko. En það var, já, það var bara heitt og hlýtt og við vorum með happy hydrate og Já. þú veist, það var bara, við vorum í góðar samt, sko. Já. Við vorum bara mjög feskar. Já. Þrátt fyrir að fara, þú veist, líka ástæðan okkur vildum ekki bóka Bad Bunny strax. Var bara því við vorum bara, við verðum regla búnar á eftir Harry. Við verðum eiginlega bara svona að finna hvernig við verðum. Ég var búin að segja það við krakkan úti þegar við vorum út á Bali. Bara, já, við ætlum bara að finna hvernig við erum og fara svo Bad Bunny að við erum í stuði. Já. Það sé ekki að sjálfsagt. Já, þú veist, það er við bara að vera alveg, Delusional. já, upp í raskatun á Já. okkur. Lungu sold out. Já, já. En mér datt náttúrulega í huga að væri eitthvað rísel með Já, mér datt það líka í hug, já, já, En þú veist, þeir eru bara að kosta alltaf meira, skilju. já. En hérna, já, þú veist, þetta var samt, við vorum alltaf að fara. Það var alltaf Maður planið. fann það. Það var ekki hann hægt. Nei. Eina ástæðan okkur vorum ekki búin að kaupa líka með hana því að stelpunum ætlaði að koma með okkur. Ég veit, Og vissum að þær já. myndi ekki nenn á Já. doppul. En þú veist, ég vorum bara í útskriftina í Jóu, Já. þá var ég, útskriftina ammálinu í Jóu, þá voru, þú veist, að tala við, þú veist, Patta og eitthvað, skilur, og Patta er að fara, og hann er ekki frá Bad Bunny, ég, og við erum Patta eftir að fara líka. Já. Þú veist, við vorum alltaf búin að tala Já. um þetta, bara við erum örugglega að fara að fara. Já, þú veist, við vissi bara svona, ef við erum bara að fara enda tvær þó að förum við, Já, skilur. Ef enginn er að fara að joina okkur. Alltaf. Að því ég skil alveg, kannski fólk nenni ekki alveg að fara doppul tónleika. Skilur, við erum bara svo miklu fangirls. Já, það er bara svo gaman. Ég elska væpið. Já. Ég elska tónleikavæp, bara að Líka. drekka bara eitthvað svo koktel okkur plastglösum, Já. hlista góða tónlist, væpa, Dansa. people watching, so much fun. Hef svo gaman að því. Svo gaman að því. Sérstaklega svona útlenda tónleika, það er bara svona uppáldum. Já, ég samla. Já, London. Já, ég elska London fyrir tónleika. En þú veist, ég gæti alveg fara aftur að Bad Bunny tónleika. Já. Sömu. Já, Harry, hvað? Þú getur hvað til Svíþ- Frakklands núna, hann er fyrir Frakklands. Já, hann á Svíþjóð eftir, eða ekki, jú. Svíþjóð og Frakkland, svona búin, svo er það ekki. Belgíu. Belgíu líka. Hann fyrir Heitir það Brussel. belgíska Já. vöfflu? Einu belgíka vöflu. Belgíska vöfflu. Já. Og Hvað var það meira? hvenær er hann? Er hann búinn í júli eða? Þú veist, ég er ennþá að reyna að plana eitthvað hvað ég að gera á ammælinu mínu. Það væri bara til að fara bara aftur. Já. Já. Ég er alveg til að ég ammælið það. Já, ég skil það. Maður sjá, Tjekkum á þessu. ég ætla að kíkja á þetta bara svona fyrir ykkur sem þau líka eru, við erum búin að selja ykkur að fara á þessu tónleika, þá getið þið heyrt þetta líka. Af því það er kannski eru ykkur fleiri invested in this, það getur þetta lótast hérna, þá er þetta eitthvað leðilegt. Getur ekki farið inn og bara tekið? Ég með þetta hérna? Eftir inn með það? Sko, þetta endar 22. júli No! í Brussel. Ég er að fara Það er Belgíu, skilur, já. Það er líka í Milan, Nei! 17. og 8. júli. Shit, ég Það geti er það. Póllands, Svíþjóðar, náttúrulega júli. Ég myndi svona síst vilja fara til Svíþjóð. Já, En þetta verður Noregur og annað. já þetta. Hann er núna bara á leiðinni til hérna, París. Eða Frakkland. já, París.
Veitu, er það ekki? Jú, hann núna í Frakklandi. Svo fer hann til Stockholms. Anskotin hafa, Það eru tónleikar. Mér langar svo aftur. Já, Það er eitthvað sem mér langar. Yndislegt. Jesus. Það var glæsilegt og bara, ég er bara í sjokki yfir þessum tónleikum og þessum helgi og ég bara get ekki hægt að skoða myndir af Harry og Benito og Our Mans. Það var yndislegt. Pældi hvað erum hefnar. Já, fyrst ég veit bara, ég er mest svona kvíða hvort það hægt að toppa þetta. Það mun aldrei vera hægt að toppa þessu double helgi. Já, líka bara þetta ár einhvern veginn. Þetta voru fucking brilljant ár, sko. Svo gott ár, sko. Já, fyrst bara, þetta voru svo skemmtilegt. Já, hvað gerðu þið í ár? Já, þau fyrir yfir í desember. Já, fórum bara á Harry og Benito sömu helgi, trekk í trekk. Já, og nýkomna frá New York og vorum í Milan líka og bara... Þú varst á Bali, skilur þú veist, shit. Herru, this is your moment. Ég var svona ammæli og eitthvað eftir. Já, það er fullt, það er máli. Ég þarf mig enda ás, hvernig ég var að toppa það. Já, næsta ár. Bara þegar árið er búið, þú maður bara, wow, hvað gerðist? Það er allavega gott ár fyrir okkur, 30 árið, sko. Það er bara eins fucking gott, já. Einmitt. En hérna, þetta er bara svona moment fyrir alla, bara take your time, við erum bara sýnum bara smá svona gratitude út í the universe og bara þakklæti fyrir það sem við höfum og höfum tekið fyrir að gera og geta tampist eitthvað með kranavatni. Bara, God bless you. God bless you. God bless Iceland. En það var bara þangað til næst besties. We love you. Já, sjáumst næsta miðvikudag. Bye guys. Bye.